Ég vil fá klapp, auðvitað, og velkomin aftur á skjáinn. Og ég vil auðvitað fá að sjá á skjáinn líka svo ég viti hvað nákvæmlega ég er að fara í. Bara kom föstudagur og mikið að gera hjá fólki. Bara ferðalög og ég vona bara að þið farið varlega, þið sem eru þarna á veginum. Og það sem ég ætlaði að byrja á núna, ég hef svo margar sögur að segja að nú byrja ég á einu að ég er rosalega frægur innan gæsalappa og þá tek ég fram gæsalappa því að það svona hilsa manni eða þú veist ekki svona eins og þegar fólk er búin að fá sér í tána þá allt orðið kolvitlaust, þá eins og fólk bara vakni nei, Ari, þú veist, en ég orðið vanur þessu og vildi bara svona aðeins segja frá þessu og já, þetta kannski eitthvað svona sem maður gæti tekið til umræðu og þetta svolítið athyglisvert út af því að við Íslendingar erum mjög athyglisjúk sem bara geðveikt og við viljum bara, við gerum við gerum það sem við viljum, við njótum listar, við njótum málfrelsis, þú veist, ef það verður málfrelsi, ég ætla að vona að verði ekki tekið þannig að maður megi varla, þú veist, ég nenni ekki svona ritskoðun og það svona sem mér finnst svo frábært, ég fá svona marga íslenska youtubera núna og taka þátt í YouTube út af því að þetta bara á skjánum í sjónvarpinu líka og það margt þarna inni sem mér finnst gaman að horfa á. Mér finnst rosalega gaman að horfa á Sölva með þessu góðu gesti bara á YouTube. Ég nefnilega með ADHD þannig að ég alltaf á leiðinni að fara í podcast. Þess vegna þetta blogg og podcast því að þetta ég ætla mér að læra og láta þetta verða að veruleika. Því að ég bara gefst ekkert upp og þú veist. En það sem mér finnst líka svolítið svona áhugavert líka, Íslendingar, við svona leyfum ekki fræga fólkinu. Ég með hjartað svolítið þar sko, mér finnst sko Ísland svo lítið land og þetta land einhvern veginn svona þetta á að vera svona eyja, friðsæl eyja þar sem fólk getur farið og farið í Bláa lónið án þess að vera truflað og bara án þess að bara það sé einhver að pikka hey, má ég taka mynd af þér? Þú veist, það var einhver íslensku strákur fekk mynd af sér með heimsfrægu fótboltamanni í Bláa lóninu. Já, hann náttúrulega strákur og krakki, það náttúrulega allt í lagi, þú veist, maður skilur það alveg, krakkar, þú veist, við erum náttúrulega, við erum að byggja svona, við fullorðna fólki þurfum svolítið að hugsa þetta svolítið. Og líka bara hvað við látum út úr okkur í kringum ungu kynslóðana. En ég,
veit að það alveg hellingur, ég bara nenni ekki að fara í gegnum og ég hef ekki aðgang að sumum rásum sem ég kannski hef sagt eitthvað en þetta allt í djóki sko. Og í leiklist máttu allt, næstu því allt. Og núna verið að reyna að tryggja það að við sem að fá bóluefnið og hann Þórólfur var eitthvað að tala um það og ég vona það og vona að þetta COVID fara að lagast þannig að maður sé ekki alveg bara ennþá í sjálfskipaðri svona bara einangrun út af því að maður vill sko, þetta sko bara, maður vill ekki taka á þessu, maður veit ekki hvað þetta þannig að maður svona alveg bara með báða boltana sko, bara lóðarnar bara þú veist, mannamót og þetta, þannig að þetta svona sem ég bara, svolítið passa saman upp á og bara og meina þetta ætti að vera vonandi verið að kenna og fræða börnin okkar í skólum og allt þetta og svona og ég ætla að vona að það sé búið að uppdata marga skóla eins og ég var í Fellaskóla og það mátti alveg bæta helling við sko en sögubækur voru ekkert komnar þá og neti var ekkert komið þá þannig að þetta svona aðeins öðruvísi fyrir okkur sem voru í þátíð sko en í dag alveg eins og með landafræði ég elskaði landafræði og elskaði svona jörðina, jarðskjálfta, eldgos og bara Ísland. Ég hef alltaf verið alveg með ræturnar hérna á Íslandi, þú veist, þetta landið mitt, þó að ég sé ferðandi hér og þar og eitthvað svona, þá rótin alltaf hérna, þú veist, maður alltaf bara, gott að vera komin heim, þú veist. En svo líður smá tími og eins og núna, eins og þessar aðstæður og þetta COVID-dæmi að ég fór í 27. febrúar, þá var ég búinn að vera í svona nánast bara í lokuðu umhverfi og að verða bara ekki crazy en samt, þetta svolítið þreytandi. En út af því að maður þarf að komast út og fá sko hugmyndir og ég alveg sko alveg þú veist ég með brennandi áhuga á hugmyndum og öllu sko en ég svona líka svona þú veist ég vill lifa þetta bara snýst lífið maður vill lifa heilsusamlega og ekkert áfengi, bara reyna að komast í eitthvað gott sko. Nú ég hættur að borða nautakjöt og reyna að komast í betra form og þetta langhlaup. Ég ætla ekki að fara að svelta mig bara á einni viku, þú veist, og gefast upp. Þetta langhlaup. Og þannig að sko landafræðin í skólum ég veit ekki hvernig hún það má bæta hana rosalega mikið sko út af því að það svo margt sko trúarlegt sem alveg setja svona inn á lönd sko þú veist svona bara hindi og Buddha og muslima og kristna
og kristinn og bara allt bara, þú veist þessi Tælendingar og Víetnam og allir bara svona hafa bara sinn bara kultúr. Það má alveg bæta því við og hvað, þú veist eins og með Nýja-Sjáland, það svona mjög svipað á Ísland. Þar framlega, þú veist, þeir eru með sama geirann, þú veist, eins og við með heita vatnið og allt þetta og allt svoleiðis. Þannig að þetta er svona mjög lík lönd, en Nýja-Sjáland er náttúrulega mjög gróðursælt og mjög mikið af kindum. Það tala að það sé alveg bara 3 milljónir af kindum, sko. Það er sko helmiklu fleiri, eða er það herra, ég bara manna það ekki. Ég þori ekki að fara með það, ég ætla ekki að fara að láta koma einhver árásir á mig að segja eitthvað vitlaust, sko. Af því að það geta allir sagt vitlaust. Og sumir geta líka umorðað eða, þú veist, talað vitlaust, þú veist, bara eins og það er mikill munur á því að vera á Facebook og YouTube, að þess vegna finnst mér mikið betra að vera á YouTube og tala, þá skilir fólki mig miklu betur og hvert ég er að fara. Eins og ég skrifaði einu sinni, þú veist, á Facebook, bara ég hélt ég væri bara, ég var komin á þann stað að ég var bara farin að googla sjálfa mig, sko. Bara, þú veist, þá var ég að tala um veikindi og var farin að búa til, sko, ég var orðið sérfræðingur, ég var komin með þetta og þetta og þetta og þetta og þetta. Komin yfir það tímabil, en svona er að vera svona smá klikk, en maður getur lent í þessu og þegar maður er í þessu ástandi getur maður skrifað óvart vitlaust. Eða ég hefði átt að skrifa þetta öðruvísi, þú veist. Þannig að þetta er eins og með, sko, þegar ég fór í Aristil-speglun og var CP tekinn og bla bla bla. Og svo hringt í mig og sagt, hann segir, sko, hann hafi tekið CP og hann hafi farið í ræktun og hann hafi reynst illkynja. Þannig að hann tók allt í burtu, sko, en ef ég hefði ekki farið, þá hefði kannski kraumað eitthvað, þú veist. Þannig að ég var bara mjög heppinn að hafa farið. En ég skrifaði þetta til dæmis svo vitlaust og ég fór í viðtal og ertu að deyja, ertu að deyja, ertu að deyja. Ég bara, oh my god, hvað er ég komin í, sko. Nei, ég er ekki að deyja og nei, ég var bara alltaf, það var alltaf eitthvað að bögga mig, heilinn á mér, ég var bara eiginlega bara burnout, bara sko, ég var bara, heilinn á mér bara virkaði ekki á réttu stað og þannig að vantaði svona skrúur hér og þar eða eitthvað og ég alveg bara, ég náði að laga það, þannig að ég er ekki að deyja, þannig að ég er, já, svona föstudagsfílingur í mér og föstudag ætla ég að hafa bara fisk í raspi, ég veit að ég má ekki borða brasaða mat en þetta verður gert allt í ofni. Og fiskur er nummer 1 og svo grænmeti og svo borða ég rosalega mikið svo hált, sko, hált og grænmeti, sko. Ég er með
ég rækta salatið mitt sjálfur, þannig að ég farin að vera svolítið sjálfbær og rækta kartöflur líka sjálfur og ég ætla að fara í gulrætur en ég ger það á næsta ári, þannig að það tilbúið fyrir það. Þá þarf ég að færa sko kartöflurnar yfir á annan stað og þá læt ég gulræturnar þarna. Og já, þetta bara svona fyrir ykkur sem hafið áhuga á garð og þá getið ég farið í ræktaða garðinn á Facebook og getið fylgst vel með þar með honum Eymundi og ég gleymi alltaf orðum en svona bara podcastið að mér. Það á að vera bara sko, ég hef margar sögur og svo alveg eftir einhver tíma þá verður allt komin saga. Já, ég hlustaði hérna á hann aðra daginn og alveg þvílík þvæla var þetta eiginlega. Hann vissi ekki eitt eða neitt og vissi alltaf hvað klukka væri sko. Og þetta alveg dúndur, ef ekki bara búið til kvikmynd bara þetta. Ég held að þetta sé svolítið, þú veist, maður sem bara eins og gufa og lappar bara og heldur bara og bla 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 og maður bara getur fara að búið til bara kvikmynd eða eitthvað, þú veist, bara út af einu vídeói. En það eins og heimurinn að manni var ekkert kennt neitt mikið heiminn en maður horfði á það á Stöð 2 og allt þetta og svo allt þegar vinir manns og kunningjar og þetta, þú veist, ég var alltaf með ástríðu alveg bara, ég ætla að fara þangað, Bandaríkin, New York, ok, New York, LA, Las Vegas og þetta var alveg bara, þú veist, og svo bara rúllaðist það alveg bara þannig að maður fór bara í öll fylkin og nú alveg bara kláraði ég mér alveg bara ég á bara eitt fylki eftir. Mér langar að fara til Alaska, þá ég búið með öll fylkin. En bara versta að ég ógeðslega flughræddur og maður þarf að fljúga sko til bara Seattle eða Vancouver eða eitthvað og maður þarf að taka svona litla rellu til að fljúga til borgarinnar í Alaska og ég alveg bara maður þarf aðeins að koma og fá meira svona öryggi og maður þarf svona aðeins að bara snúa sig svolítið svona andlegina og loka augunum og bara do it. Gera bara það sem maður hugsar. Ég hugsa rosalega mikið bara upphátt og ég tala við sjálfa mig. Ég ekki að djóka, ég orðinn það klikkaður að ég að hugsa alveg bara, já, ég ætla að kaupa hansarós rifsberja, tré og sólberja, rifs og já, kannski ég prófi þetta salat og þetta og ég bara eitthvað svona bara hugsa og svo bara vinur minn, hvað ertu að tala um? Þú veist, og ég bara farin að kaupa allan heiminn bara í hausnum á mig sko. En ég bara að hugsa, þannig að stundum sko, já, svona ég, bara opin sál. Það nefnilega málið, þegar maður getur hugsað og talað, þá maður svo mikið free spirit út af því að maður hefur ekkert í hjartanu eitthvað svona illt eða eitthvað veikleika eða neitt út af því að hjartað sjálft alveg bara free spirit sko og þannig líður mér alla daga og mér líður bara vel og þess vegna ég að tala við ykkur og að deila líka bara reynslu minni bara hvernig þessi dagur, þú veist, ég svaf svolítið yfir mig í dag
og var bara rosalega þreyttur, þannig að ég bara leyfði mér bara að vera þreyttan. Þannig að, já, ég er búinn að vera að ferðast alveg helling í mörg ár og ég held að ég sé alveg yfir Sölva sko. En það væri nú bara gaman að ferðast með Sölva og í eitthvað jógatripp, eitthvað, ég las þetta, ég fór hlustaði á hann sko og mér langar svolítið þetta, að fara svolítið svona mikið inn á við, fara svona, það einhvers konar ferðir sem fólk fer í, man ekki hver talað það. Það var ekki Erpur, það var eitthvað sem var á undan Erpi. Ok, en nei, þetta var eitthvað sérstakur maður, ég man ekki alveg. En ég fór þarna inn og þetta var bara, nei, var þetta ekki bara Sölvi sjálfur? Ég er alveg out of, þú veist. Ok, en mér langar að prófa þetta, þeir fara þarna og borða þarna eitthvað smá mat bara yfir daginn og svo ertu bara að fasta. Þetta er bara, þú ert bara að borða eitthvað bara þvílíkt lítið og svo ertu bara sofandi og kóngulærnar alveg bara út allt, út í tjaldi. Þetta í Amazon og ég bara er svo heillar að ég þarf að skoða þetta og bæta inn í heilan hjá mér. Þannig að þetta ætla ég að prófa svona kurs, þú veist, prófa þennan sko. En samt ætla ég að fara, þú veist, ég myndi vilja halda áfram sko. Ég ætla ekkert að láta COVID stoppa mig sko. Ég fer núna bráðlega út. Þegar sumarið er búið þá verð ég bara úti. Ég þarf að komast í hita út af bakinu og þessu bara gigt eða hvað sem þetta er. Ég veit ekkert hvað þetta er en það kemur allt í ljós. En það er bara líka svo gott að fá þessa góðu posta frá ykkur og koma með einhverja hugmyndir svona hvað svona efsta baugi og hvað það sem við þurfum að ræða akkurat núna á þessum tímum, COVID, jarðskjálftar, eldgos. Ég las vá, það var eins og, þú veist, eitthvað svona, þú veist, en ekkert svona, það ekkert eldgos að koma. En svo las ég núna á MBL að það væri Hekla, að væri komið svo mikið spenna og væri fara að safnast upp. Og ég las líka Völvuspána og það var spáð 3 sko eldgosum á landinu sko. Og ég er alltaf að fylgjast með bara veður.is og skjálftavaktin. Ég er alltaf þar og er að fylgjast bara Grindavík alveg og svo núna fyrir norðan og Siglufirði og svo upp á Vatnajökli og maður spyr sig hvað er að gerast. Ég hef ekki upplifað svona marga, ég er að horfa sko þessa rauðu punkta, stjörnur, bara 5 á Richter og maður bara, já, við búum víst á Íslandi. Þetta er nefnilega svolítið skondið. Þetta er svolítið mikið ævintýri, en samt ekki ævintýri. Við lifum, þú veist, eins og flóð og allt þetta. Ég hef oft hugsað af hverju færist byggðin ekki bara aðeins frá eða búa til land út í sjó eða eitthvað. Ég hef oft verið að hugsa það, en ég er að engum, þetta er bara mín pæling og bara mínar hugsanir, því ég bara hugsa upphátt. En
Annars það bara þannig að ég að reyna og berjast við það að búa til podcast og vill að þið komið og hjálpa mér í því og auðvitað gerir like og subscribe og endilega deila vídeónu. Ég veit ekki með þetta subscribe hjá mér á YouTube, en það virðist vera eitthvað dautt eða eitthvað. Ég vil fá Ísland. Íslenska skiptir okkur máli. Við þurfum að tala á íslensku. Bara íslenskt áhorf, það yndislegt. Og líka bara það sem við erum að skapa. Þetta sköpun. Og þannig að eins og tónleikarnir með honum, hvað heitir hann? Hann fekk Riddarakrossin. Ég man ekki hvað hann heitir ADHD. Og hann var með tónleika á hverjum einasta degi og stóð sig bara mjög vel. Helgi Björnsson kom með það. Hann stóð sig bara mjög vel og nú ætla ég og þið hvetji mig áfram að halda áfram og vera svolítið kannski með, núna ég að reyna að vera með daglega blogg og svo verður þetta kannski breytist eitthvað. En núna það bara í ykkar höndum, bara hvort þið fílið svona blogg, hvað það sem ég þarf að breyta, eða auðvitað á eftir að koma gestir og auðvitað mun eitthvað breytast og ég kannski þarf að þjótast þarna. En ég bara ekki komin á þann stað, ég þarf kannski að hafa samband við einhverja og ég búinn að ákveða fyrsta viðmælanda og það ég veit ekki hvort ég mynd þora að segja frá því, en ég held ég myndi taka Ágústu Evu. Að hún var í fyrsti í podcastinu og hún hrein sál, ég bara sé gegnum hana, hún bara alveg hrein sál. Og svo kemur annar og vonandi heyrir Ágústa Eva þessu að það henni boðið í fyrsta þáttinn og það væri gaman að fá þig eða ég til þín. Þetta þarf ekki að vera svo út af því að það skiptir ekki máli að meðan maður á bíl þá maður frjáls og liðugur og skemmtilegra fyrir ykkur sem eru sitjandi í stofunni eða í tölvunni eða flugi eða eitthvað að hlusta og bara njóta. Og núna föstudagur og ég ætla að óska ykkur bara gleðilegra helgi og vonandi bara njótið og farið varlega á vegum og bara njótið bara helgarinnar. Það verður helgafrí allavegana en ég mun gera vídeó á mánudag, þannig að sjáumst þá.